Komið sæl, í þættinum í kvöld spáum við í leiki kvöldsins í Landsbankadeild karla, rýnum í kvennalandsleiki við Frakka og Laugardag og fáum handboltakappana Guðjón Val Sigurðsson og Loga Geirsson í heimsókn til að ræða síðari leik Íslands og Serbíu í forkeppni Evrópumótsins í handbolta. En það var mikið fjör daginn í síðustu umferð. Ásgeir Erlendsson fór á völlinn og spurði þar Erlend Eiríksson dómara hvort að dómararnir í deildinni væri ekki alltaf óvinsælustu mennirnir á vellinum. Man spáir ekkert í þetta svona sko. Við erum bara að reyna að koma inn á völlinn til að reyna að gera okkar best eins og liðin og við svo sem komum sjaldnast út sem ykkur sigur og við erum í þessu en þetta er bara, nei ég horfi ekki á þetta svona. Hingað til okkar eru komnar systurnar Ásthildur og Þóra Björg Helgadætur velkomnar til maður að spá í leikina í Landsbankadeild karla í kvöld áður en við förum í kvennalandsleikinn. Hafið eitthvað, þeir eru báðar að spila erlendis, hafið eitthvað náð að fylgjast með íslenska boltanum? Nei, ekki mikið, bara í gegnum netið. Gegnum netið, rétt svona viti hverjir hafa unnið og skorað mörkin. Káur og neðstir. Þú veist það. Við ætlum að byrja á einmitt káringum. Sjáum hérna svipmyndir úr leik KR og FH sem að var lokaleikur 7. umferðarinnar. Fór fram á KR-vellinum í kvöld. Og það voru Íslandsmeistararnir sem að skoruðu fyrsta markið í leiknum. Það var Ásgeir Gunnar Ásgeirsson sem að gerði það á 7. mínútu eftir laglega sókn, fékk góða sendingu inn fyrir vörnina frá Davíð Þór Viðarsinni og Ásgeir skoraði laglega frá Kristjáni Finnbogasyni og það leit nú ekkert allt vel út fyrir káringa þarna. Ég er ekki búinn að vinna leik ennþá í deildinni og 1-0 undir eftir 7 mínútur og svo á 19. mínútu þetta laglega mark Guðmundur Sævarsson, varnarmaður sem að spilaði nú frammi hérna í yngri flokkurum. Hann greinilega ekki alveg búinn að gleyma hvernig að skora mörkin. 2-0 fyrir FH eftir tæplega 20 mínúna leik og ég vissi það var ansi margir káringarnir á vellinum sem að voru sjálfsagt farnir að spá í að fara bara af vellinum. Káringar fengu þó sín færi í leiknum og vildu nú halda að fá vítaspyrnu en fengu ekki en þeir voru klaufari fyrir markið og þetta er kannski saga KR í sumar að þeir hafa svo sem átt möguleikann á því að skora mörk en hefur ekki gengið. Og hvað er að hjá KR? Er eitthvað skýring á svona slöku gengi? Ég veit ekki, ég held kannski ekki alltaf hægt að segja óheppni eftir 6 leiki. Já, náttúrulega fyrsta markið það er ótrúlega stórt gat þarna í miðju varnarinnar sem að gera þeim kleift að skora fyrsta markið og það er náttúrulega mjög slæmt. Þegar vörnin er ekki að virka þá verður þetta og síðan eru þeir reyndar að fá færi en það virðist eitthvað að vera að vanta sjálfstraust til þess að klára þetta. Og ég held að Teitur hafi einhver vopn til þess að snúa þessu við. Það er þriðjungur búinn á mótinu og 1 stig hús á KR. Já, þetta getur eiginlega ekki versnað allavega. Nei, ég vona það nú að þeir nái sér á strik og finni einhverjar lausnir á þessu. Það er ég held nú aðeins með KR. Já, við ætlum eins og að kíkja næst á gamla heimavöllin ykkar, Breiðablik IA mættust á Kópavogsvelli og Skagamenn unnu KR-inga nokkuð örugglega í síðustu umferð og það voru hins vegar Blikar sem skoruðu strax á 2. mínútu. Magnús Páll Gunnarsson sagði það nú í blaðaviðtali á dögunum að hann hefði nú verið látið spila vitlausa stöðu undanfarin ár og hann greinilega þá kominn í rétta stöðu, búinn að skora 4 mörk núna í síðustu leikjum og þetta gerir hann laglega. 1-0 strax eftir 2 mínútur og þannig var staðan í hálfleik. Komið hér 10 mínútur inn í síðara hálfleikinn og það eru Blikar sem að sækja enn. Kristján Óli Sigurðsson sem fær handa boltann og þetta gerir hann laglega. Skorar fallegt mark. Staðan 2-0 fyrir Blika. Það hefur verið talað um það í fyrstu leikjunum að þeir hafi spilað vel, ekki náð að klára sína leiki en þarna greinilega er eitthvað hrakkað í gangi hjá þeim og farnir að skora mörk. Og staðan orðin 2-0 eftir 55 mínútur. Sjáum við þetta er leggur boltan þarna bara skemmtilegt. Erfitt fyrir markmanninn Pál Gísla að sjá þetta líka þarna. Og þú þekkir þá nú kannski Þóra þegar varnarmaður í milli. Jú, þetta getur verið erfitt. Þetta er vel gert hjá þeim báðum í þessum 2 mörkum. Svo var það þriðja mark Blika. Það var Nenad Ivanović sem skoraði það á 8 mínútum fyrir leikslok. Og sömuleiðis fallegt mark hjá honum og Blikarnir búnir að ná í þessinn fyrsta sigur í deildinni. 4 jafntefli til þessa og 1 tap og núna kemur sigurinn og kannski farnir að loksins að ná stigum í samræmi við spilamennskuna þessum afir sumar sem það sem menn hafa talað um.
Nú ætlum að fara hratt yfir sögu því að ætlum að bregða okkur til Keflavíkur þar sem að Keflvíkingar tóku á móti Frömmurum. Keflvíkingar sömuleiðis lið sem hefur spilað vel að flestra mati í sumar og samt sem áður kannski ekki alveg safnað öllum þeim stigum í hús sem að Keflvíkingar vildu, en Þórarinn Brynjar Kristjánsson skoraði fyrsta mark Keflvíkinga á 14. mínútu og það er gaman að sjá, hann er að finna taktinn í framlínunni hjá Keflvíkingum. Þetta er fallegt mark en aftur í nöndir þá hann Ásthildur varnarleikurinn hafa nú ekki upp á marga fiska þarna hjá Frömmurum. Eitthvað klikkaði dekningunni þarna. Að vísu spiluðu Framarar með marga unga óreynda leikmenn. Það er mikið forföll í þeirra liði og margir lykilmenn sem annarkvort eru alveg frá eins og Eggert Stefánsson eða þá frá í styttri tíma. Nú áfram sjáum við hérna Keflvíkingar í sókn en Framarar snúa vörn í sókn 1, 2 og 3 og það er að lokum Hjálmar Þórarinsson sem að fær boltan hérna og skorar jafnarmetin fyrir Framara 1-1 og Frömmurum sem hefur gengið afar illa í Keflavík á undanförnum árum. Þeir kannski voru farnir að vona það að eitthvað myndi rætast úr. Staðan orðin 1-1, þetta mark kom á 33. mínútu, staðan í hálfleik jöfn en þá voru svo hins vegar Keflvíkingar sem að gerðu út leikinn á 50. mínútu. Fín sókn hjá þeim og Stefán Örn Arnarsson sendur boltann inn á teginn og það er Baldur Sigurðsson, nývætningurinn sem að skorar þetta fallega mark, tryggir Keflvíkingum stigin 3. Skoraði laglegt mark með skalla á móti Valsmönnum í 50. umferðinni og þarna mikla harðfylgi tryggir Keflvíkingum stigin 3. En eins og við segjum, Framarar komnir upp í deildina núna enn og aftur ná sér ekki strik í Keflavík. Þetta er svona oft gengur þetta með liðina, það er bara einhvern veginn, maður veit ekki alveg hver ástæðan er en það gengur ekki alltaf og við nefndum það að KR-ingarnir eru í þessari stöðu. Spurning hins vegar með nýliða HK sem að voru í Árbænum, spiluðu á móti Fylki og sá leikur var nú svona heldur bragðdaufur. Við erum hérna í fyrri hálfleiknum Kristján Kristjánsen í góðu færi en Gunnleifur varði þetta vel í HK-markinu og svo áfram halda Fylkismenn en ekkert verður þess og það eiginlega gerðist fátt markvert í raun fyrir en á 88. mínútu varamaðurinn Hermann Aðalgeirsson skoraði þetta fallega mark. Þetta er mjög laglega gert hjá honum. Ég held að hann snúi nú verið sér bakinu í markið þegar hann tekur hann á hælinn og það er alveg fáránlegt mark en maður bara segja alveg eins og er. En þetta kom alveg á loka mínútum leiksins þannig að Fylkismenn tryggðu sér sigurinn á þessu og dýrmætt stig fyrir þá að komast upp í 11 stig í deildinni í 4. sæti og þetta er svo sem kannski lítið hægt að segja um þessa stöðu í deildinni sem við förum hérna yfir og eftir en að það F-fangar virðast vera að stinga af. Og er það bara staðreynd? Já, ég held að þeir eru nú með svona sterkasta mannskapinn að manna virðist og eru með sér að lána út svona frekar góða leikmenn, þannig að og passa sér þó því að lána það ekki til liða í efstu deild? Já, þeir voru ekki Fjölnir að fá okkar lánað þeim. Það er eflaust einhverjir og ég hugsa nú bara til vinn okkar í Vesturbænum sem vildu fá kannski einhverju leikmenni. Þeir eru reyndar með fínan hópi. Við skulum ekki gera Já, nú erum við komin út í. Við skulum ekki fara allt of illa með KR-inga. En fyrsti leikur 7. umferðarinnar var svo viðureign Vals og Víkings á Laugardalsvelli. Þessi leikur var í gær og hérna sjáum við svipmyndir úr honum og það eru Víkingar sem að sækja en koma boltanum ekki í markið. Það var eins og var Pálmi, sem var reyndar glæsilega markvörslu hjá Bjarna Þórði Halldórssyni, markverði Víkinga. Frábærlega gert. Og svo kemur fyrsta mark leiksins Pálmi Pálmarsson, svona rétt aðeins nikkar í boltan á 48. mínútum má ég eiginlega segja. Þetta var alveg undir lok fyrri hálfleiksins, var 3 mínútum bætt við, svo fá Valsmenn vítaspyrnu í seinni hálfleik á 50. mínútu. Helgi Sigurðsson tók spyrnuna og skoraði þar 4. markið sitt í deildinni. Helgi farið virkilega vel að stað í mótinu til þessa og svo hérna, þetta eru kannski aðeins ær og kýr, stingur varnarmenn Víkinga af og skorar fallegt mark, 5. markið hans í deildinni og hann er þá markahestur
leikmanna deildarinnar. Víkingar fengu svo vítaspyrnu á 77. mínútu brotið af Gunnari Kristjánsinni sem komst í landsliðshópinn í fyrsta skiptið á dögunum og sýnir sig Valdimar Kekic skoraði eina mark Víkinga í þessum leik og loka staðan 3-1 Valsmönnum og þeir virðast svona aðeins ætla að halda í við F-fang og vera kannski eina liðið sem að nær því. Við skulum líta á stöðuna í deildinni eins og hún eftir þessa 7. umferð og staðan þannig að F-fangar eru á toppnum með 16 stig. Valsmenn 4 stigum, við ætlum að reynda að fá fyrst úrslitin hérna på skjáin. Valur Víkingur 3-1, Breiðablik IA 3-0, Fylkir HK 1-0, Keflavík Fram 2-1 og KRF á 0-2. Þetta sáum við hérna áðan. Þá staðan í deildinni og þar eru F-fangar á toppnum með 16 stig. Valsmenn 4 stigum, þar á eftir vantar hérna þessi 3 stig sem F-fangar eiga. Sjáum það, þeir eru bara skráðir með 5 leiki staðan rétt þannig að Keflavík svo með 11 stig eins og Fylkir, Víkingur með 8 stig, Breiðablik með 7, HK 7, IA 5, Fram með 2 stig og KR á botninum með 1 stig. Það vantar hérna aðeins inn í töflunni hjá okkur greinilega. Næstu leikir í Landsbankadeild karla, það mánudaginn 18. júní Fram Fylkir, svo IA Valur, FH Breiðablik, HK KR og Víkingur Keflavík. Þetta næsta umferð en þá skulum við láta umfjöllunin Landsbankadeild karla lokið. Stelpur, það stórleikur á Laugardalsvelli á laugardaginn. Frakkar að koma í heimsókn. Hvernig, þessi klassíska spurning, hvernig leggst það í ykkur? Jú, það leggst bara vel í okkur. Við erum búin að spila einn leik í þessari undankeppni. Það var við Grikki á útivelli og náðum að sigra þær 3-0. Mikilvægt að byrja vel en núna verður andstæðingurinn aðeins erfiðari. Þetta, má segja, sterkasta liðið í þessum riðli, Frakkar? Já, þær eru hæst skrifaðar á heimslistanum og hafa verið að spila frábærlega í síðustu keppnum. Þannig að þær eru svona sterkasta liðið en við séum stránglegasta kannski annarsæti. Má þá ekki segja að þetta sé úrslitaleikur í rauninni, ég svo allavega svo fyrri að tveimur því að svo verið síðasti leikur í riðlinum á móti Frökkum áður en að í rauninni endanlega skýrist hvernig fer. Er þetta ekki úrslitaleikur fyrir ykkur? Jú, ef við ætlum okkur sigur í riðlinum þá verður það náttúrulega og ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum í eina leik með því hugarfari að vinna leikinn þó svo að þær séu svona á pappírnum með sterkara lið en við höfum sýnt að við getum með skipulegum varnarleik og skyndisóknum náðu góðum úrslitum og ég vona að við náum því að spila skipulegan varnarleik og þá fáum við færi og þurfum að fólk á völlinn að sjálfsögðu. Sigurður Ragnar, landsliðsþjálfari, hefur sagt það á fleiri að núna sé tækifæri til að koma landsliði inn í stórmót. Finnið þið eitthvað aukna pressu þess vegna? Já, nei, í raun og veru ekki. Sem leikmenn reynum við náttúrulega bara að taka einn leik fyrir einu og ég held inn á við gerum við það sem hópur en það alveg rétt að núna tækifæri hefur aldrei verið betra en við megum ekki hugsa svo langt. Þessi leikur sem þið spiluðu í Grikklandi daginn, svona kannski fyrsta skrefið í þessu að komast áfram í úrslitakeppnina. Voru ánægðir með það hvernig sá leikur spilaðist? Voru þessi úrslit eðlileg og allt í góðu með það? Já, ég held að við vorum kannski fyrst og fremst ánægðir með stigin 3 og hennar fyrsta sigur. Síðan spilamennskan mætti svo sem verða betri og kannski eðlilegt í svona fyrsta leik að það sé smá stress og þess áttar og náttúrulega útivelli, það alltaf aðeins erfiðara en mjög ánægða með stigin 3. Nú það heimavöllur á laugardaginn, eins og þið segið, það náttúrulega á spilandi sigurs en hvað þekkjum við til Frakkanna? Hvernig áleggja það á velli? Við náttúrulega spilum við það fyrir 3 ára síðan og töpuðum þar 3-0 en við áttum líka svona slæma dag, myndi ég segja. En ég held að lykillinn sé agaður varnarleikur. Fyrst og fremst? Fyrst og fremst, vegna þess að það á eftir að gefa okkur skyndisóknir sem það sem við viljum. Og lykilatriði náttúrulega að eins og við segjum að klára þennan leik með sóma. Leikurinn klukkan 2 á laugardaginn. Við ætlum að sýna hann hérna í beinni útsendingu. Hefur reyndar útsendingu hálftíma fyrir og ætlum að rýna í leikinn áður en við byrjum á honum. En
stelpur, ég óska ykkur góðs gengis á laugardaginn og tökum 3 stig í hús núna og klárum hennar riðil með sóma. Takk ykkur fyrir komuna, en það var eins og líf og fjör á Laugardalsvelli þegar Valur tók á móti Keflavík í stórskemmtilegum leik á laugardaginn. Ásgeir Erlendsson var í Laugardalnum og kynnti sér störf dómarana sem höfðu í nógu að snúast. Það er strákar nú klukkutími leik og þið eru að fara að dæma leikinn hérna eftir. Hvernig leggst í ykkur? Bara mjög vel, topp aðstæður og gott veður og góð knattspyrnulið. Sóknarbolti bara held ég í dag. Undirbúningurinn ykkar strákar, hvernig fer hann fram? Já, eins og í dag þá bara mætum við hérna klukkutíma á korter fyrir leik og byrjum á því svona að bara svona hittast og ná svona saman og hérna förum svo yfir völlinn og tökum út mörkin og svona og svo förum við bara að undirbúa okkur fullu fyrir leikinn. Þetta er nauðsynlegur hlutur það ekki, að fara yfir mörkin. Eru mörkin hérna í Laugardalnum í lagi núna? Já, það hefur nú komið fyrir. Já, Laugardalnum er sko, gott að Jói heyrði ekki vallavörður að hérna, hann er nú yfirleitt alveg í toppstandi og hann er alveg í toppstandi í dag. Hafið einhvern mann þurft að gera einhverja athugasemdir við Jóa? Nei, það er nú bara gríni sko. En vellirnir í dag eru yfirleitt sko í efstu deildunum, þá eru þeir orðnir mjög góðir sko. Maður þarf lítið að setja út á. Hvað getur þú sagt mér um þetta þarna? Já, þetta er nú voða lítið merki. Og hvaða þýðingu hefur það? Já, það er bara hvar varnarmaðurinn þarf að vera þegar að hornspyrnan er tekin. Það er nauðsynlegt að þetta sé sem sagt 10,15 metra frá hornspyrnastönginni. Já. Og hvernig er að vera óvinsalasti maðurinn á vellinu? Maður spáir ekkert í þetta svona sko. Við erum bara að reyna að koma inn á völlin til að reyna að gera okkar best eins og liðinn og við svo sem komum sjaldnast út sem ykkur sigurvegarar í þessu, en þetta er bara, nei, ég horfi ekki á þetta svona. Það meittist ekki í uppbytun? Nei, hún er ekki alveg búin en þannig að við erum að klára til hérna bara og svo tökum við smá sprettu eftir. Þú fílar Keflavík þá gef mig klapp. Þú fílar Keflavík þá gef mig klapp. Þú fílar Keflavík og ert í Keflavíkurvík og þú fílar Keflavík þá gef mig klapp. Á 50 mínútu skoraði Þórarinn Kristjánsson fyrsta mark Keflavíkur með ágæti skoti og tæpum hálftíma síðar átti hann laglega fyrirgjöf sem Baldur Sigurðsson skallaði glæsilega í netið. Staðan í hálfleik 2-0 fyrir Keflavík. Já, ég efast ekki það að Willum mun blása þeim eld í brjóst mínum mönnum og vonandi komaði bara ákveðnari í seinni hálfleiki. Þeir verða bara að sækja núna á Keflvíkinga, það er ekkert annað sem heitir. Og hvernig fer það? Já, ég vil ekki segja bara 2-2. Seinni hálfleikur var heldur líflegri en svo fyrri og hafði Erlendur Eiríksson dómari leiksins í nógu að snúast. Skipting á valsmanni í hálfleik virtust skila góðum árangri því á 68. mínútu skoraði varamaðurinn Hafþór Ægir Vilhjálmsson fyrir Valsmenn og minnkaði muninn, staðan orðin 2-1. Á 87. mínútu gerist umdeilt atvik. Helgi Sigurðsson fær boltann í höndina, Erlendur Eiríksson dæmir ekki neitt, Valsmenn fá síðan innkast, Baldur Bett sendi boltann inn í teig og þar kemur Daniel Hjaltason og jafnar metin fyrir Val, staðan 2-2 og Kristján Guðmundsson ekki sáttur. Af viðbrögðum áhorfenda að dæma var Erlendur Eiríksson ekki vinsalasti maðurinn á vellinum og hann fékk óblíðar viðtökur að leik loknum. Það ætlum við að snúa okkur að handboltastrákar. Logi Geirsson, Guðjón Valur Sigurðsson, velkomnir. Það er stórleikur á sunnudaginn. Við ætlum að færa okkur úr græna grassinu og í innisportið á miðju sumri. Það var leikur á móti Serbum, fyrirleikurinn núna liðna helgi. Eins margs